Ok, það er þriði og seinasti félagstur hérna í rauðri viðvörun og ég var að kommitta því sem ég var að gera hérna áðan en núna ætla ég að hoppa bara yfir í að skoða Postgres og þetta er þá námsefni vikunar núna. Bíddu nú við, týndur. Þannig að þetta verður seinustu viku, núna í þessari viku, eftir að laga þetta svona. Þá er Postgres og svo form. Ég ætla núna bara að setja Postgres af því að það er bara eitt sem ég geri í vikunni fyrir utan að skila verkefni 1 og halda áfram að vinna í hérna einstaklingsverkefninu, þá er það að setja Postgres á vélina ykkar og þá getið þið gert áfram það sem ég er að gera hér. Þannig ég ætla bara að sýna ykkur hvernig við setjum upp einfaldan gagnagrunn og tengja hann síðan og nota hann aðeins til að sýna hvernig við getum síðan látið gögn flæða á milli. Hérna höfum við bara dæmi og hérna höfum við eitthvað sem heitir Create SQL og þetta býr til notendur, þið getur lent í vandræðum með þetta, bara ef þið þurfa að skrifa einhvers staðar í uppsetningunni inn einhver lykilorð, bara hafa það lykilorð sem þið munið, af því að eins og við myndum að skoða, þú veist, að setja upp notendur er síðan eitt, þú veist, að setja upp gagnagrunninn á bara á tölvu minni er eitt, en síðan að vera með gagnagrunn sem er einhvern veginn opinn í gegnum eitthvað vefforrit út á netið er síðan allt annað. Þú veist, það þurfa að passa upp á að notendurnir sé að make a sense og að þeir geti lesið og skrifað hugsanlega bara einhverjar ákveðnar töflur og svona, það er öryggismál þarna. En hérna er smá inngangur að hvernig við gerum þetta í þessu dæmi hérna og ég ætla bara að keyra í gegnum svona smá bara hérna útgáfa af þessu, en það sem við erum alltaf að vinna með er í raun að vera með einhverjar töflur í gagnagrunni og þessar töflur í gagnagrunni hafa dálka og þessar dálkar hafa típu og hérna til dæmis höfum við ID-dálkinn sem er serial sem þýðir að þetta er gildi sem að hækkar, þetta er hlaupandi heiltala sem byrjar í 1, svo er 2 við næstu færslu og svo 3 og svo framvegis. Svo erum við með name hérna, það er variable length character sem getur þá vistað UTF-8 strengi sem er að lengd 64, þannig að það er alltaf að 64 stöfum í þessu. Hann á ekki að vera null, það er að segja að það verður að vera færsla í honum og hann verður að vera unique sem þýðir að í raun í allir þessari töflu það má eingöngu vera ein röð sem hefur þetta gildi sem þennan dálk. En ef ég er búinn að búa þetta til og ég ætla að setja færsluna Óli, þá má eingöngu vera einn Óli og þú veist Óli með litlu staf en Óli með stórum staf var önnur færsla. Svo erum við með text sem er bara opinn texti, það er bara ótakmarkað magn af texta, svona eins mikið og bara viðkomandi vél sem keyrir gagnagrunn ræður við. Svo erum við með eitthvað boolean gildi hérna sem er þá ekki null og default false. Þannig að þarna væri við, er þetta svar? Er þetta rétta svarið? Og þá segjum við alltaf, rétta svarið verður alltaf að vera bool sem er ekki null sem er þá annarkvort true eða false. Og default þá false líklegast. Og svo er eitthvað date sem er þá timestamp við timezone sem þýðir þá að þetta skráir hvenær þessi færsla var búin til, hérna einhvern default current timestamp, eða þá hún geymir tíman á þessari færslu eða þessari röð sem timestamp með timezone. Þannig að þá ættum við að vita út frá því hvar og hvenar við setjum þetta niður og við ættum að geta séð nákvæmlega á punktu tíma þegar þetta var búið til. En hérna erum við með þetta sem eitthvað .sql skrá og yfirleitt er gott að hafa einhverstað staða sem við erum að búa til skemun okkar. Skemun eru í raun þetta töflurnar og allt sem fylgir. Ég er ekki að kenna ykkur gagnasafnsfræði, þannig að ég er ekki að nota kannski öll orðin korrétt, en ég er að kenna ykkur svona praktíska gagnasafnsfræði. Þannig að við ætlum að segja hérna, create table if not exists, og ég ætla samt að gera þetta bara eftir meginn fyrir okkar, þannig að ég ætla bara að byrja fyrir hérna verkefnið, og við vorum með 3 töflur sem við ætlum að búa til. Hvað er bara SQL hérna, new file, schema.sql og public questions og ég ætla að segja samt categories. Ok, það ætla að vera með ID og ég ætla að vera með name og það ætla að vera not null unique, það bara virkar bara rosalega vel.
og ég ætla að segja bara þetta created, bara svona í ganni til þess að sjá þetta og ef við skoðum þá aðeins verkefnalýsinguna þá er tiltekið hérna að við erum með eitthvað hérna, þannig að við vitum ekki alveg hvernig þetta er hérna en við þurfum að gera eitthvað foreign keys og eitthvað svona en flokkur er svona lauf í þessu, það er að segja að flokkarnir er eitthvað sem spurningin tengist inn í en flokkurinn tengist inn í neitt annað þannig að við getum bara fínt að byrja þeim þannig að við ætlum bara að hafa svona nei, við ætlum að hafa svona og svona ok, þannig að núna ætla ég síðan að búa til gagnagrunn ég færa þetta svo sérstæðis betur hérna hvað er að gera nú er ég með uppsett Postgres á tölunum minni þannig að ég ætla að gera hérna create db vef 2 2025 vaf 2 already exists ég er búin að búa til þannig að nú ætla ég að gera drop db vef 2 2025 vaf 2 ok, þannig að eyddi ég öllum gagnagrunnum allir gagnagrunnum heldur öllum allar töflunar okkar og töflunar okkar heldur öllum með gögnum okkar vona ég ekki að vera með þetta sérstætt hann inni gera þetta, nú býti gagnagrunin nú ger ég síðan psql vef 2 2025 vaf 2 nú er ég komin inn í og ég er búin að tengjast þessum gagnagrunni og get núna búið til töflur þannig ég ætla að taka þetta hérna og ég ætla að pesta þessu inn og ég ætla enter og nú er búið til þessa töflu og nú ætla ég að gera select stjarna from categories og þá fæ ég bara að það er taflan er tóm, ég var að búa til nú ætla ég að búa til HTML, CSS og JavaScript flokkana af því að þeir eru þeir sem ég veit að ég ætla að hafa og ég get bara núna ef við möttum að skoða, þú veist, við viljum gera þetta þannig að við getum keyrt þetta á eitthvað svona hátt þannig að við getum keyrt þetta aftur en ég ætla núna að gera bara insert into categories name values HTML þá er þetta hérna við höfum þetta bara lowercase ok og CSS og JavaScript ok, við gerum eftir select mitt þá erum við komið núna með 3 færslur og sjáum að það var til hérna á með nokkra sekundar millibili eftir því sem ég setti þetta inn og núna ef ég select upp á þessari töflu þá fæ ég þessi 3 gildi og þetta er núna gildin sem að ég vil sækja og birta hér í staðinn fyrir þetta. Það þýðir að ég þarf núna að láta þetta forritið mitt hérna tengjast við gagnagrunninn sem er á tölunni minni, selecta upp þetta, taka við gögnunum, veiða gögnin út úr selectinu, setja þau í eitthvað form, senda formið að templateið mitt og templateið mitt býr til linkana sem fer yfir á þetta og sjáum hvernig tíminn er, hvort við getum gert það líka þegar ég ít á flokkinn, þá fái ég flokkinn og svona birti þessa creative dagsetningu eitthvað. Við hefum hugsanlega að hafa text hérna sem að vera lýsing á þessu sem við erum með, á flokknum þar að segja. Og þá að ef ég segi hérna að þá myndi ég reyna að sækja HTML, en ef ég myndi segja foo, að þá myndi ég segja, heyrðu, það er ekki til færsla í töflunni hérna sem heitir foo, þar að leiðandi 4-4. Ok, þannig að það sem ég þarf að gera er að ég þarf að fá eitthvað sem getur talað úr Node-forritinu mínu við gagnagrunninn. Og gagnagrunninn sem við erum að nota er Postgres, þannig að við getum notað eitthvað library sem kann að tala við Postgres og þar getum við notað þess að PG og það er bara Node Postgres. Pathinn heitir bara PG. Collection of Node.js modules for interfacing with Postgres with your Postgres database, callbacks, promises, async await, connection pooling, prepared statement, cursors, alls konar. Þetta útfærir í JavaScript fullt af hlutum til þess að geta talað og kann að tala protokólin sem að gagnagrunninn talar á. Kann að nota SQL og svo Postgres ankurliti. Ok, hérna er eitthvað API, þannig að við búum til eitthvað client. Klientinn þarf einhvern veginn að geta tengst við gagnagrunninn og þá er þetta fyrsta forritið mitt en nú er með einhverja leið til að tala við Postgres-grunna. Svo þarf ég að vísa honum réttan gagnagrunn sem er það aftur host, port og database
hostið þá bara localhost, portið bara eitthvað default port á Postgres og databaseinu V2 2025 v2 sem ég bjó til. Og þá eitthvað svona, og þá ég búin að búa til client og clientið getur tengst. Svo segi ég bara eitthvað, tengstu við gagnagrunninn. Ef þetta gengur þá ég búin að opna frá forritinu mínu tengsl við gagnagrunninn. Ok, og þá get ég sagt sem, ok, núna vill ég geta kert select skipun, sem selecta þetta og þá fæ ég gögnin. Og þá erum við með, fáum við einhvern result hluta hérna, þannig að þá get ég kert eitthvað query, sem skila mér einhverju resulti. Og þá segir ég hérna, ok, hérna erum við að tengjast, hérna erum við að kera query, og þá þurfum við að skilgreina hvernig queryð okkar og svo fæ ég tilbaka einhvern object sem með gögnunum. Þannig erum við alveg ótrúlega svona hrátt. Við erum bara algjörlega við erum ekki beint að tala um gagnagrunninn yfir protokolli sem hann kann, heldur við erum bara með library sem hann kann það og við erum bara að fara að búa til hráar select skipanir til þess að selecta þetta upp. Þegar við viljum vita hvernig þetta virkar í grunninn, áður en við fyrir að nota önnur forritasöfn sem að abstrakta þetta fyrir okkur og hugsalega búa til eitthvað svona klienta sem að fela þetta og láta okkur ekki þurfa að vinna með þetta svona ótrúlega niður. Byrjum þar samt. Ok, þannig að þá fyrir við aftur hérna í einhvers staðar er ég með þetta og ég ætla að fara í select og ég er hérna með eitthvað fínt svona og ég ætla að fara út úr gagnagrunnum í bili og ég get gert /q, þá hætti ég. Svo ætla ég að gera npm install save pg, þannig að nú ætla ég að sækja pg pakkan, vistan sem dependency, ekki sem div dependency. Gerið það. Svo ætla ég að fara inn í source hérna og nú er kannski komið tími til þess að búa til lib folder sem er þá með einhverju svona library kóða. Og ég ætla að gera hérna db.us og ég ætla að paste þetta hérna, ég þarf aðeins að laga þetta. Og hérna getum við, þurfum ekki að dotta en, þannig að það er smá stund hérna. En nú erum við með einhvern grunnkóða. Ok, leiðin sem við ætlum að nota til þess að tengja gagnagrunnum er að vera með skilgreint einhvern connection streng. Connection strengurinn, við fyrir aftur hérna í þessu hérna og þetta hérna, hann er hérna og connection strengurinn, hann kóðar í eitt streng allar upplýsingarnar sem eru hérna frá ofan. Er einhver notandi, er eitthvað password inn á hérna gagnagrunninn, hvaða host, hvaða port og hvaða database. En það sögum við hérna, við tökum þetta og færum þetta hérna. Þetta verður þá Postgres protokollin, þannig að þetta er bara Postgres tengistrengur. 2.//, alveg eins og HTTP og HTTPS. Svo kemur eitthvað user, 2. eitthvað password. Einhver host sem er localhost á einhverju porti 5432, default porti fyrir Postgres á einhvern gagnagrunn. Þannig að núna get ég sagt hérna, nú ætla ég að taka þetta með inn úr environmentinu, af því að nú er ég bara að setja þetta upp á tölunni minni. Svo þegar ég er búin að setja þetta upp á tölunni minni, þá ætla ég að setja upp á tölunni sem er í hýsingarumhverfinu. Og hýsingarumhverfið er alls ekki með nákvæmlega sömu uppsetningu á gagnagrunni og ég. Þannig að núna í staðinn fyrir að vera með geyma þessar upplýsingar í kóðanum mínum, af því hérna sjáum við, hérna verður user og password. Ég veit alls ekki að passwordið mitt sé í application kóðanum mínum, af því að þá ef ég tjekka orðið inn í public GitHub repository eða bara einhver sem á ekki að hafa aðgang að ég sér þetta, þá allt í einu er ég bara búin að birta hérna bara fyrir öllum þeim sem hafa aðgang lykilorðið inn á gagnagrunninn, sem er alls ekki gott. Þannig að við ætlum að lesa þetta úr environmentinu, sem þýðir að þegar við kveikjum á forritinu, þá segjum við einhvern veginn, ok, nú ætla ég að kveikja þessu forriti, hér eru stillingar fyrir forritið í því umhverfi sem það er að fara af stað í. Ein af þeim er hvað gagnagrunn að tengjast við og hvað verðþjónusta að tengjast við og hvað er eitthvað annað. Alls konar hlutir sem eru svona fastar sem forritið okkar þarf. Og hérna erum við að segja, taktu úr process-env, og process-env er þetta sem við sendum inn í forritið okkar. Taktu úr því database-url, kallum það connection streng. Ef það er óskilgreint, láttu það þá vera þennan hérna streng. Þannig við erum að nota object destructuring hérna til þess að fá
þessar upplýsingar úr envinu. Ok? Í Node komin leið til þess að lesa bara úr envinu án þess að þurfa að nota einhvern pakka. Það var þetta sem ég var að henda út sem var .env pakkin frá með Node 20 held ég. Þá þurfum við þess ekki lengur, en þá getum við farið og sagt new file.env og þetta skjal mun hugsanlega geyma viðkvæmar upplýsingar. Þannig ég ætla að fara í git ignore og segja .env stjarna, þannig bara allar env-skrár eiga ekki að fara í git. Það er alveg slæmt að committa env-skrá sem með lindamálinu eins og hafa það í application kóðunum. Svo ætla ég að fara og skrifa database URL og ég ætla að paste þessu og eins og ég með það sett upp, þá þarf ég ekki user og password inn á localhost hjá mér, þannig það er bara localhost vef 2.20.25 vaf2. Ok, þannig þá ætla ég að fara og ég ætla bara að taka þetta út í bili. Þá sjáum við að típan af þessu verður strengur eða undefined. PG-pool tekur við connection string sem string eða undefined, en ég vil helst ekki fá undefined inn þegar þá myndi forritið mitt hægt að virka. Þannig ég ætla að segja if not connection string process.exit 1 og ég ætla að segja process exit 1 af því að alltaf að forrita hætta sem ekki með exit code 0 þá litið á þau að þið exita eitthvað á einhvern abnormal hátt og ég ætla að segja console error missing database URL from env. Ok, strókum þetta út við ætlum að geta búið til pool hér, eitthvað svona og við ætlum að segja bara að þetta verði async export async function query og það ætla að gera eitthvað query fyrir okkur og fínt og við ætlum að henda þessu þegar við ætlum ekki að keyra þetta sem main forritið okkar, við ætlum að inklúda þessu og keyra þetta svo og þá erum við með from categories. Ok, og núna er þetta bara að keyra og ég er ekki búinn að vísa í þetta neins staðar þannig að ekkert gerist, en núna ætla ég að fara í server og hendi þessu út þannig að þetta ekki lengur og route svo og ætla ég að segja þetta route hér þarf í raun til þess að geta fyllt upp í sett inn flokkana þá þurfum við eitthvað gögn þarna. Þannig ég ætla núna að skaffa þessum gögnum og beint úr gagnagrunni. Og þá ætla ég að segja hér að það verða categories og við þetta tvisvar lókum við svo og const categories á að vera eitthvað bar þá þetta sendt sem gögn yfir og þá get ég ídrað yfir það í templatinu mínu. En ég ætla bara að fara beint úr þessu yfir að segja const categories data eitthvað þegar við fáum þetta svolítið hrátt ætla ég að segja query og þá importum við man.js query svona þetta er promise það er ekkert return á þessu við laga það hvað erum við hendur þessu niður segjum result og svo ætla ég að segja return result svona þá fáum við svona let result þetta er eitthvað pg result látum það liggja milli hluta í bili en við fáum eitthvað en hún inferða það samt þetta er annað hvort þetta er undefined en þá þurfum ég nú er ég farin að búa til asynchronous kóða þannig ég er í raun að fara að bíða til gagnagrunninn að lesa gagnagrunninn er bara svo að lesa disk þetta er geimt á disk nema þetta er gagnagrunnur þannig að það er að fara í gegnum RDBMS Relational Database Management System sem síðan lesa þetta disk rétt og skilar þessu og passar SQL og eitthvað
Þannig við þurfum að segja await hérna og þá fáum við hérna, þetta er ekki async function, þá getum við sagt async hérna og þá erum við ekki að gera neitt við þetta. Þannig að við ætlum bara að segja hérna í bili console log categories og til þess að þetta brotni ekki þá ætlum við bara að senda eitthvað tómafylki hérna categories data svona. Ok, núna byrjar þetta hérna, þannig að núna bara exituðu við út af því að leið og ég kalla þetta hérna og ég importa þessu þá keyrir það sem er hérna þá keyrir þessi kóði sem er bara hérna í grunninn hér og hann segir bara eitthvað, heyrðu, ég fann ekki connection string þetta er bara, þetta er dautt og gerir process exit en nú er bara serverinn minn dauður og þá þarf ég að fara í package.json og ég þarf að bæta við hérna og þá held ég að við gerum það svona env.env og þá þarf við að restarta alveg sem að gera svona bad option env file heitir það sjá hér er maður að kíkja hérna í Slack ekki með Slack þannig að env file jafnt og env svo kerum við svona ok, cool núna kerið þetta, þá getum við sagt hérna bara else til dæmis, þess að vera vissum að svona og þá fá ég hérna connection strengurinn minni hér og þá núna ef að ég læt ef að ég læt núna þann kóða sem sækir í raun og keyrir queryuna mína þá ætti ég að sjá okkur gögn þannig að það þarf að sjá, ok, það er hérna routes og þetta er á fossinni hérna þannig að það er ekkert verið að gera hér þannig að leið ég fyrir hérna ok, þá sé ég búm, kemur ykkur gögn hérna og stækkum þetta eins og sjáum hvað er að gerast þegar við fáum bara allt við fáum allt í raun selectið við fáum raðirnar geggjað, við fáum gögnin okkar en við fáum líka í raun fieldin sem er á þessu þannig að þá fáum við ID við fáum típun á því við fáum name, það er text við fáum created, það er text svo fáum við eitthvað sem kemur frá hérna frá PG en það sem okkur skiptir máli er í raun að við erum með row count 3 og við erum með einhverjar raðir hér þannig að þá getum við í raun kannski falið þetta fyrir þeim sem kallar í þetta og sagt categories from database eitthvað, þetta er ekki frábært nafn þetta er bara einu sem er betur í hug akkurat núna og ég ætla þá að vera þetta er næs ég veit að tíminn er að vera búinn en ég ætla að klára þetta svo skil ykkur ekki eftir þetta er eitthvað fljótandi hérna ok þetta gerir svona og það ætla ég taka við hérna query eða bara Q, þetta heitir query, ég get ekki kallað það sama og ég ætla að segja query fari hérna ok, þá ætla ég að segja hérna const result jafnt og await query af select stjarnar from categories svo ætla ég að segja if result. Nú fáum við þetta ekki rétt típa sko promise any þá sjáum við sko any já þá dettur þetta út sko að ég fæ ekki að þetta sé þetta PG row þannig að núna þarf ég að fara að giska núna þarf ég að fara að kíkja hérna ok, hvað er þetta ok rows result row count if result row count stærri 0 bara eitthvað random check hérna við möttum að skoða betur á þess hvernig við þéttum þetta allt saman að þá ætla að segja return result.rows annars return null þannig að function ok þannig að þá eru við bara fela allt aukalega og ætlum að segja bara returna þessu þetta hérna fall er að fela fyrir þeim sem kallar í það
allt svona auka metadata sem kemur með. Ok, þá get ég farið aftur hérna í routes og það betra að hafa þetta svona og þá update ég importið svona fyrir hérna ó nei, það er bilað. Það út af því ég glemdi að vista, en nú kemur villa, vista, reloada, ok, ekkert hérna, en nú fæ ég bara nákvæmlega þetta. Þannig að þá ætla ég að segja núna, ok, ég ætla að segja senda categories data hérna yfir, kallum þetta bara categories, það er snirtilegra, svona, 2 mínútur eftir að gefna tíma, ásækning ég þá ætla ég að fara hérna í index, ég ætla að skipta þessu út fyrir ítrun, en þá segir hann hérna for const category of categories, þá er þetta svona næstu því JavaScript syntax. Þetta er hér típundur, hvað er ég að gera? Svona og svona. Það er að segja nú skrifa ég bara HTML, þannig að þetta er templating mál. Ég er að blanda saman kóða við markdown, markup við HTML. Og þá segir ég hérna /spurningar / þá get ég gert svona, þá get ég gert hérna jafnt og category.name, þá er allir komið með smá svona eitthvað sem við þurfum að spá í. Þetta er að vera ID og svo segi ég hérna loka vista, krossa putta, reloada 1, 2, 3, að því ég glemdi að segja punktur name, reload, HTML, CSS og JavaScript. Og þá sjáum við hérna, ít á þetta, 1, spurningaflokkur. Þannig að núna er ég farin að taka þetta hérna og þessi koma bara gagnagrunnum. Þannig að ólíkt því sem við gerðum í verkefni 1 og erum að gera í verkefni 1 er að lesa þetta út úr einhverjum statískum JavaScript skrám. Ef ég fer bara núna og ég segi hérna tengist við gagnagrunnin og ég segi bara aftur insert aðgengi og ég reloada hér. Þetta er ekki nokkuð gott. Hvað klikkaði? Þannig að sjáum við hvað vantar villumeðhöndlun. Svona. Og ég gerir hérna að þá fæ ég aðgengi og svo ætla ég að bæta við fleiri flokkum, SEO, reloada. Categories is not iterable. Einmitt. Eitthvað, hvað er svona, já, svo restartaði hélt tengingunni, hún þurfti að restarta með því að ég þurfti að reloada aftur. Og við insertið þá fór eitthvað rugl við tenginguna hérna. En allavega, nú er ég bara að bæta við gögnum í gagnagrunninn og þá sjáum við ef við búum sér til form sem leiðir mér að búa til HTML form hér sem leiðir mér að búa til spurningu og sendir inn einhvern flokk, að þá er ég búin að búa til leið til þess að geyma gögnin í gagnagrunni og síðan að sækja þau úr gagnagrunninn til þess að birta þau. Og svo er náttúrulega alls konar kringum þetta, validation og gögnum, validation og því sem er að koma tilbaka svo við fáum ekki villir sem við erum að sjá hér. En nú erum við bara komið svona alveg hráasta, við erum bara svona beran rafmagnsvír þarna á milli. Þetta virkar, þetta er stórhættulegt og við þurfum að passa okkur og við þurfum að einangra hann og við þurfum að setja hann inn í rör og við þurfum að gera allt rétt þarna í kring. Þetta er alltaf fyrsta skrif að tengja þetta. Þannig að nú er klukkan orðin 17:22 og veðrið er vonandi bara skítsamlegt en samt frumvarlega. Þannig að ég segi bara takk fyrir þennan fyrirlestur og hætti núna að taka upp.